Já, komið nú sæl. Við erum að fara í ykkur að ferð og byrjum á því að viðurkenna það er nú alltaf að vera með eitthvað lítið borð hérna og niðurlósi. Ja, viss kostar eitthvað öðrum. En ég get alveg lofa öllum því að það er til. En hvers skulum við nú halda og hvað skulum við taka fram? Eigum við einhvern góðan vitnisburð sem lyftir okkur upp í trúarhæðirnar okkar? Jú, við eigum einhverja vitnisburði sem við getum tósað fram og það bara tósa þá fram sem pompa upp. Því að drottinn er góður Guð og hann leyfir sínum börnum nú að eiga ýmislegt svona til að minna á sig og svona hífa svolítið upp trúna. Við þurfum þess eða ekki. Við þurfum þess oft. Það er nú vandinn við trúagöngun okkar. Af hverju? Ég vil ekki tala það. En ég hugsa þú vitir það. Bæði vegna þess að við erum eins og við erum. Við erum svolítið svona gremjufullt fólk og við erum stundum svolítið svona æst í skapi og okkur finnst stundum ekki nógu vel ganga og svo er það alltaf þessir hinir sem eru fyrir. Trúagangan er svolítið svona. Allt er þetta nú vegna þess, mínir kæru vinir, að við erum ekki nema svona hálfgildings að fara eftir því sem orð Guðs segir. Reikningavers sem gnæfa yfir eins og fjöll yfir trúnni eru til að mynda elska skaltu náungan eins og sjálfan þig. Þegar við erum í gremjukastinu okkar, þegar við erum með allt og hornum okkar, þegar við vitum ekki lengur hvort að söfnurinn okkar sé sá sem að við viljum vera í. Ég held að ræturnar þá liggi ekki í þetta reikningavers þú skalt elska náungan eins og sjálfan þig. Þannig við sjáum auðvitað kærleika Guðs. Svo sjáum við þetta stórkostlega frelsi sem maður og kona hefur einmitt til að gera öll þessi verk. Og sjáðu núna, hvað stað sem þú ert núna, að þú komst þér þangað sjálfur, eða ekki rétt? Þú komst þér þangað sjálfur. Það vísu er nú svona þetta veiklunda eðli mitt, það kennir alltaf einhverjum öðrum þá og þetta er gömul saga og ný af því að við leyfum ekki orði Guðs að eiga okkur. Við erum nefnilega ekki dáin sjálf okkur og þetta er andi Guðs ítrekað að sýna okkur einmitt með viðbrögðunum sem við beitum og fáum sem eru kolröng. Og þegar uppi staðið verðum að víst að segja það að fátt eitt hefur breyst hjá manneskjunni mér. En ég get auðvitað bara bent á sjálfa mig. Ég er með fullt af fólki, búin að ganga með hellinga fólki í gegnum mitt líf og ábyggilega jafnmörgu fólki og þú í gegnum þitt líf. Ef ég er eldri en þú, þá má nú kannski reikna með að ég hafi þá gengið með aðeins fleira fólki. Allt þetta fólk hefur lagt gott inn í líf mitt eða valdið mig vonbrigðum og gert mig alveg haugfúlan. Af hverju? Af því ég leyfði því að gerast. Það er ástæða. Af hverju? Af því ég er ekki að nota trúna mína, ég er ekki að nota orð Guðs til þess að koma upp með þessa vörn sem orðið vill.
Þess vegna gerist þetta. Já, það var nú vegna þess að þetta gerðist og hinn komandi inn á líf mitt. Afsökun. En hún hefur komið fyllt manninum, eins og við vitum, frá því að fyrstu 2 manneskjurnar voru skapaðar. Ekki með einni manneskju, þetta byrjaði þegar 2 manneskjur voru komnar saman. Og það er áhugavert að skoða. Og af hverju? Alveg augljóst dæmi. 2 manneskjur tala saman. Og 2 manneskjur segja ýmislegt. Ein manneskja hún talaði bara við Guð. Og það er ennþá þannig, ef þú leitar til Guðs, þá færðu bara það góða frá honum. Hann segir, Konráð, elskaðu náungan. Ég held nú ekki. Eftir allt það sem hann hefur gert mér. En ég sný aldrei spjótunum að við sjálfum og rifja það upp fyrir ég nú. Svo alveg gert fólki á ýmsan hátt. Það er allt annað mál. Sjáuð ekki eigin girnina sem að grípur mann og annan. Og svo ofan í þetta allt saman bætist þessi stórkostlega innan gæsalega bara sjálfsvorkun. Svo allt í einu eru við orðin sannfærð það að lífið, ég bendi á mig, sé bara hörmulegt líf. Að það hef enginn lent í þessu áður. Þetta er stóra blekkingin. Og þetta er stóra blekkingin sem að alkohólistinn til að mynda glímir endalaust við. Og hún er svo rótföst í honum þegar hann er að komin á þann stað að vill fara að hætta þessu að það er fullt af hlutum í honum sem hann getur ekki talað vegna þess hann er sannfærður það hann var einn þetta þennan aumingjaskap sinn. Svo þegir hann bara. Svo stendur hann bara upp þegar umræða ákveðna hluti byrja. En svo kom hann sér á þann stað þar sem var verið að ræða þetta í heiðarleika og heilbrigði. Og þá sagði hann, hér eru bara tómin ég. Hann var nefnilega aldrei einn þetta. En hann var búin að loka sig af inn í skáp þar sem að þessi hugsun var. Hún var ekki fyrir utan skápinn. Anna kom á daginn. Maður er mannskaman, maður brýnir mann. Þess vegna skulum við hafa vinskap við fólk. Ef ég rækti ekki minn vinskap, þá veit ég að þú gerir það fyrir mig, ekki? Ég held að sé ekki þannig. Ég rækta minn vinskap sjálfur. Og Drottinn hefur kennt mér leksíuna, sett í hjartað mitt fullt af yndislegum, fallegum Guðs orðum, sem ég svo sem veit en hafa ekki náð að festa rætur í mér raun og veru. Elska náungan. Og ég var að elska þennan. Það ger ég aldrei. En kannski á mánuði áður þá var svoleiðis vinskapurinn á milli ykkar að það bara gekk ekki hnífurinn á milli. En núna, ég faðma þennan sko ekki að mér aftur. Hvað gerðist? Það breyttist afstaða mín. Það var bara það sem gerðist. Af því að trúin er ekki þessi öfluga trú sem ég held alltaf að hún væri. Ef við höfum afsökun inn í þetta, eða við höfum leið inn í þetta, og við getum sagt á okkur sjálf, ég er þakkláttur fyrir það að Guð veit af þessu. Og hvað meira? Hann elskar og hann fyrirgefur. Og hann mun
leyfa mér að komast út úr þessu. Já, leyfa mér að komast út úr þessu vegna þess að hann er góður. Þess vegna vill hann að ég komist út úr þessu, en hann gerir þetta ekki ef að ég er að beita mótspyrnu. Þá beiti ég bara mótspyrnu. En hann gefst ekkit upp, hann gefst aldrei upp. Og svo byrjið þið að togast á, þú og Guð, ég og Guð. Eins og ég geti sigrað Guð. Og ég togast á við hann. Og ég þreytist, svo þreytist ég meira og svo verði ég uppgefin. Og ég segi, Drottinn, hérna, ég er hættur þessu, þú tekur við þessu. Sigurinn var þarna. Eitthvað langt hvað þarf að ganga, áður en við hreppum þennan sigur, ef við gerum þetta og munum eftir nafninu Jesús, þá munum við enda þar, en við þurfum ekkert að veltast upp úr skítnum áður. Á hverju? Jú, við höldum orði Guðs á lofti og þessum grunn orðum eins og elska skaltu náungan eins og sjálfa þig og fleiri grunnorð sem við vitum og þekkjum en einhvern veginn hefur aldrei náða festað og ef þau hafa fest þá hafa þau losnað aftur því allt í einu þá gerðist eitthvað. Hei, þú skal sko ekki halda að ég taki utan á þennan, ég sendi honum ekki einu sér jólakort. Þetta er alveg út í hött að segja þetta, ekki? Ég held ekki. Ég held þú þekkir málið alveg. Og þú getur alveg tekið undir að heyrðu, hann er bara að tala um mig. En auðvitað er ég ekki að tala um þig. Ég er bara að tala um menn og konur almennt. Því að breyting á milli manna, hún er þessi. Við erum ekkert alltaf sanngjörn. Ekkert á okkur. En ég veit hins vegar að við viljum það. Annað er að vilja og hitt að gera. Ég veit að við viljum beygja okkur undir orð Guðs. Annað er að vilja og annað að gera. Þar skilur á milli. Ég vil elska náungan. Þangað til hann gerði mér eitthvað. Þá bara fauk það út í veður og vind. Hvað gerði hann? Það er eitthvað óljóst. Það er engin svör við því. Og jafnvel þó að viðkomandi að veri spurður, ég efast að myndi geta svaraði í neinni hreinskilni. Þannig er það nú. Nei, vinir, það sem við gerum, við notum daginn til þess að brýna okkur. Eins og ég hef alltaf sagt, þetta er dagurinn sem Guð gaf. Mér til þess að styrkja og treysta samfélagi við Drottinn, lifandi Guð. Hann segir, Konráð, elskaðu náungan. Drottinn, ég er búin að heyra þetta. Þá segir hann, hei, Konráð minn, ég held þú sér nefnilega ekki búin að heyra þetta. Eða réttar að sagt, þú hefur ekki ennþá numið að með réttum hætti. Elska til náungas á ekki að koma og fara og vara stund og fjúk og svo í burtu vegna þess að ykkur brosti ekki framan í þig. Einhver sagði ekki, hæ, við þig. Stundum þarf ekki meira. Lít nú ekki á þennan, menn hann tók ekki einu sinni hendina og tók í hendina og hendur tók allum hinum. Þá var þetta einhver smá rindill og fullt af stórum og stæðilegum mönnum og vinurinn kom og tók í hendina og svo var þessi lítli og hann sá hann ekki. Hann horfði yfir hann. En hefða síðan þá sennilega tekið höndina á honum fyrstur. Það er þetta skýringar á flestu sem við gerum. Og við tökum, það er ekki verandi hér. Það er alveg ljóst. Þess vegna þurfum við að hafa elskuna uppi. Orðin elska skaltu náungan eins og sjálfan þig þurfum að vera uppi. Og veistu hvað? Það er trú í verki. Það er heilbrigð trú í verki.
Elska skaltu náungan eins og sjálfan þig. Já, sjálfan þig líka. Sumir eru ekkert mjög elskir að sjálfum sér. En þeir geta það. Þar þurfa að byrja. Ég var einn af þeim mönnum að mér fannst nú ekki mikið til mín koma. Svona æsku árin mín, já, svona úlingsárin og svona ungra manna árin mín, þau voru svolítið þarna. Ekki gott. En núna elska ég sjálfa mig og ég elska annað fólk. Þó ekki sýnir maður það nú kannski alltaf, ég get nú alveg viðurkennt það. Og það hefur reynt á þessa elsku. Náunginn er ekki alltaf náunginn. En þú veist að því að náunginn er ekki alltaf náunginn. Verð þú þá náunginn? Ef drottinn segði það við, hann er nú alltaf svo hressinslegur við mig þessi þarna, þá segir hann, elska hann bara meira. Þú slærði hann ekkit út af laginu. Hann talar svona. Hann er að þjálfa okkur upp í það að vera þessir gangandi Guðs lampar sem við segjumst vera og við viljum vera. Já, við viljum ýmislegt. Það er gott að vilja ýmislegt sem er gott. En við þurfum líka að gera það sem er gott og betra. Þetta þarf að hanga saman. Þetta þarf að viljin og verkin þurfa að hanga saman og þetta vitum við sem trúum. Því að trúin kennir þetta. Viljin og verk gangi saman. Og þá þegar þú ert komin á þennan stað, ég veit að þú kemst á þennan stað, þá má nú margt ganga á áður en brosið þurrkast af andlitið þínu og örum. Er þetta að ná þessu marki? Það er hægt og ég lofa þér því. En þú gerir þetta ekki. Ef þú ætlar að vera bara hipsum haps, stundum hún lofaði eitthvað að tárfalla, hilsa nú ekki þessum. Þá nærðu aldrei neinum árangri sem þú vilt ná í Guði. Því að Guð er ekki þarna. Hann er í kærleikanum. Hann er í elska skaltu náunga. Eins og sjálfan þig. Þar er hann. Þannig við sjáum að við þetta ofboðslega trúaða fólk er nú kannski ekki þetta ofboðslega trúaða fólk sem við vildum vera. Og ég held við séum öll þarna. Hvað segir þetta okkur? Já, ég þarf að standa á vaktina mína. Það er alveg greinilegt. Og að komast að svona niðurstöðu, hún er frábær. Ef þú kemst að þessari niðurstöðu í skilningi, þá veistu að þú ert bresk manneskja. Og þá veistu að þú getur gert mistök. Mistök? Ég ger aldrei mistök. En ef það ætti að fara að telja það allt upp, vá, listin er þið langur. Þetta þurfum við að vita allt. Og þegar við erum komnir að þessar niðurstöðu, þá stendur eitt eftir, varðberg. Og ég þarf að standa með Jesú. Hann þarf að fá að leiða mig. Hann þarf að fá að kenna mér. Hann þarf að fá að segja það við mig sem hann vill. Elskaðu náungan. Því miður, hefur mann sjálfsagt oft verið það líka, eru allt of margir kristnir menn að berjast við Guð. Þeir telja sig auðvitað vera að berjast við menn, en eru raunverulega að berjast við Guð. Og ég er ekkert saklaus þar. Í mínum gremjukostum er maður svona í 99% tilvika að berjast við Guð. En maður sér allt annað.
Já, við eigum fyrirgefandi Guð, Guð sem sér ekki eftir neinu, Guð sem gefst ekki upp. Hvar væru við ef hann gefist upp? Hann heldur í okkur frá því að hann frelsar okkur og þangað til við stöndum andspænis honum í ríki Guðs klædd snjóhvítum kyrtli. Við erum komin inn í ríkið til eilíðar. Það eru svona punktar sem við þurfum að minna okkur á, því að þessir punktar, þeir styrkja okkur á göngunni. Ég lofa þér þessu, að þeir munu styrkja okkur á göngunni og gera okkur hæfari heldur en við ella getum orðið, því við eigum trú, við erum án afsökunar að leyfa orðinu að fóðra okkur. Elska skaltu náungan. Og það felst margt í því. Fyrsta orðið sem að kemur í þessari elsku, ég ætla að fyrirgefa þessum einstaklingi. Nei, við lemjum á honum. Við söfnum liði og við hefnum okkar. Það er ekki trú. Það eru aðferðir heimsins. Vissirðu það? Við munum eftir því þegar að Kristur var í Getsemanni garði og hermennirnir komu. Júdas sem sveik hann var búinn að segja frá því að á þessum tíma yrði þessi einstaklingur þar. Og það er alveg ljóst að hermennirnir þekkti hann ekki í sjón. Og hann var nú fljótur að redda því. Hann sagði, hann sem ég kyssi er hann. Takið hann og í fjötur hann vel og vandlega. Þetta gerði Júdas. Hann gekk með Kristi, já, kannski þessi 3 ár, eða 3,5 ár sem hann starfaði. En það fór nú svona. Að hverju? Júdas var óheiðarleg manneskja frá byrjun. Allavega er hann orðin óheiðarlegur á þessu tímabili. En Júdas sá að sér, en hann gekk ekki til drottins og baðst fyrirgefningar, hann hengdi sig. En ég er alveg viss það, hefði hann breytt rétt og farið til Krist, þá hefði hann fyrirgefið hann. Við höfum annað dæmi þetta, Pétur. Hei, þennan mann þekki ekki, veit ekkert hvað þú ert að tala henni sinni. Hvað er þetta að meina? En svo gól hani. Og Pétur leit í augliti drottins, þá að vera að fara með hann á krossin. Og hann grét, og hann iðraðist. Og hvað? Hann fekk stöðu sína aftur kannski doblaða, ég veit það ekki. Og hann fær þessi stórkostlegu orð, Pétur, þú ert kletturinn sem ég ætla að byggja kirkju mín á eða eitthvað í þeim dúr. Drottin rekur enga frá sér sem kemur til sín í iðrun. Og er til stærri eða verri synd að afneita Kristi sjálfum frelsaranum andspænis fólki. Ég held ekki. En svo kom þetta stórkostlega vopn verja mannsi sem heitir iðrun. Hún leiddi til Krist, grátandi. Og drottin sett hann á stað og gaf honum orð, Pétur, þú ert kletturinn á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína. Vá, segi ég nú bara. Og við erum hér í dag sem erindrekar drottins. Við erum ekki meðvitaðir neina synd.
Er hægt að lifa slíku lífi? Já, það er hægt að lifa slíku lífi, sama hvað þú segir. En, eins og oft hefur verið talað hér, þurfum við að vita hvar við stöndum. Að vita hvar maður stendur er rosalega öflugt vopn. Mjög öflugt vopn. Þannig að við ætlum að halda áfram. Við ætlum að vera þjónar Guðs, vinir drottins, og við vitum að við verðum vinirar af því að við gerum viljans. Eða vissum við þetta ekki kannski? Þú sem ert með hárið út á strætónum, gegn Guði, þú ert ekki vinur Guðs. Sumi fara með sjálfan sér þangað, en hvað get ég gert í því? Ég get bara haldið áfram að tala út Guðs orð og ég get haldið áfram að vera þessi Guðs maður. Og vera þessi maður sem þarf áfram að hafa fyrir minni trú. Ég er búin að gera það í yfir 30 árum. Og ég held þessi ekkert að bakka neitt með það. Af hverju? Ég hef nú oft sagt það og segja það enn að þetta er það besta sem ég hef gert. Ég er búin að súpa ýmsa fjöruna, svo maður noti það nú glataða orð, eða glötuð orð. Þetta er nú samt mín saga og hún er samt ekkit öðru sem þín. Öll höfðu sopið ýmsa fjöruna. En að því við erum svona heilbrigt fólk í trúnni sem þráttur allt elskuðum alltaf náungan, þá hafa þessa fjöru súpanir byggt okkur þannig upp að trúin er alltaf að vaksa. Hún er alltaf að eflast, hún er alltaf að vera meiri. Ekki rétti á mér. Og svo er komið, og við þökkum Guði fyrir það, að það er ekkert sem ætlar að hreyfa okkur. Við stöndum, við stakkurju, að því að Drottinn stendur með okkur. Af hverju? Við erum hans fólk, við gerum hans vilja og ætlum að gera það áfram. Hann sér trúna. Hann byggir á trúnni okkar. Og þegar Drottinn segir þetta sem meðmæli með manni og konu, þá segi ég þér að það er ekkert feik í gangi. Hann vil gefa öllu fólki, sínu fólki þessi meðmæli, en getur það ekki nema í sumum tilvikum. Og það er ekki gott. Alltaf. Og þess vegna notum við þennan dag til að byggja þetta upp og við ætlum að byrja því að tosa niður elskuna til náungans því hún þarf að vera ofalega. Hún þarf að vera rótföst. Þó blási til hægri eða til vinstri, þá er hún samt til staðar. En ef hún hefur ekki rætur, þá kemur vindið og bara er hún fokin. Hvert var hún? Komdu það tilbaka. Mér langar til að nota elskuna til þess að elska fólk. Hún er farin. Og það er að fara að byggja það upp aftur. En kannski lærir núna. Kannski lærir að þetta þarf allt saman að festa rætur í þér, í trúarhjartanu þínu. Og þá blæs. Og það svignar, hægri og vinstri. Svo kemur logn, þá bara er hún kjör þarna, svo hún hefur alltaf verið og hefur vaxið. Það er í eðli allra guðlegra verka að vaxa í átökum. Þess vegna lærum við það að gefast ekki upp, bara aldeilis ekki. Við berjumstum í dag trúarinnar góðu baráttu, svo mikið höfum við allt hérna lært, allavega sum okkar, en ekki allir, því miður, en sum okkar höfum lært. En þeir sem ekki hafa lært þetta, geta núna farið að læra þetta. En
en það gerist ekki nema viðkomandi vilji það sjálfur. En ég veit ekki hvað klukkan er og ég er með eitthvað klukku þarna á skjánum. Vistu það, ég veit ekki hvað hún er samt en það er allavega komin ykkur tíma út. Þannig við segjum bara stopp hér og höldum þess að góða verki drottins áfram. Amen.